hér hjá mér við rauðaborðið Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Vertu velkomin. Takk. Núna á dögunum það voru 25 fyrirtæki og samtök sem að lögðu fram áskorun fyrir Svandísi Svavarsdóttur, matvæla ráðherra og hún er núna landbúnaðar, matvæla og sjávarútvegs, þetta ekki saman eða þetta bara matvæla? Ég held að hún sé kölluð matvælaráðherra, en það gamli landbúnaðar og sjávarútvegs og svo er hún komið með skógrækt og landgræðslu líka. Já, einmitt. Og það eru 25 samtök og fyrirtæki sem að leggja fram þessu áskorun og kannski svona við fyrstu sín finnst mann þetta að vera svolítið svona mismunandi eða ólíkir hagsmunahópar í rauninni einhverju leyti. Það eru NASF á Íslandi, Landssamband Veiðifélaga, Icelandic Wildlife Fund, Laxinn lifi, Landvernd, Náttúruverndarsamtök Íslands, Ungir umhverfisinnar, Lax á, Veiðiflugur, Veiðivön, Höklar, Six Rivers Project, Stóra Laxá, Foss Laxá á Ásum, Starir, Miðfjarðará, 11 Experience, Norðurá, Stangveiðifélag Reykjavíkur, SVFR og Hregnasi, Vatnsdalsá, Veiðifélagi Fiskpartner og Flugubúllan. Hvernig kom þetta til? Þetta nú algjörlega frumkvæði NSF og Icelandic Wildlife Fund held ég kannski líka. Já. Þannig að við erum bara með þarna og tökum undir þetta. Þetta hefur verið ævintýralegur uppgangur og ótrúlega leið í gegnum stjórnsýsluna hjá þessum fyrirtækjum. Bara mjög alvarlegt hvað þau hafa mikil ítök og verðast geta. Það tala Arnarlax og þessi sjókvíeldis fyrirtæki. Já. Þannig að þetta er hagsmunamál fyrir mjög stóran hóp og ég held að almenningur og jafnvel mörg stjórnvöld eða margir innan stjórnkerfisins gerir sér ekki grein fyrir því hvað við erum að skapa hættulegt fordæmi með því að hagsmunaaðilar hafi svona greiðan aðgangin í stjórnsýsluna og geti fengið sínu framgengt svona auðveldlega. Því að það er náttúrulega stjórnsýslan sem á að sjá til þess að náttúran sé vernduð, ekki fiskeldisfyrirtækin sjálf. Nei, einmitt. En hvað hvað er það nákvæmlega sem að svona er ykkar kannski aðal, þú talar stjórnsýsluna þarna, aðgengi að stjórnsýslunni, þannig að hagsmunaaðilar einhverjir geti, hafa þessir aðilar, finnst þeir hafa auðveldar aðgengi en hver annar eða? Það er miklu auðveldar aðgengi heldur en náttúruverndafólk. Já. Og það sem hefur komið mér sérstaklega óvart í þessu máli eins og listin sem þú lastu upp, þetta er engir fátæklingar út í horni, sko. Nei. Þetta eru mjög mikið lögfræðingar, áhuga fólk laxveiði er áhrifafólk í samfélaginu, en samt sem áður hefur þeirra barátta sem að fer mjög mikið saman með okkar í þessu máli ekki náð að fljúga nærri nógu vel og það er svolítið skrítið að svona og sýnir hvað laxeldi í sjókvíum er rosalega sterkt af því að þessi sterku aðilar sem að veiða vildan lax, þau hafa ekki eins og róðið á. Nei, og samt er það er svona þegar maður ég fór að skoða og leita líka bara tölum hver er útflutningurinn og salan og eitthvað svona, það er í rauninni bara erfitt að finna tölur þetta. Þessi stangveiði er ekkit einhvern veginn, það er ekkit auðvelt að ná í þær tölur, þannig að en svona það sem ég fann að þá er það ennþá mikið hærri tölur, þannig að þar eru mikið meiri peningar í spilinu hjá laxveiðimönnunum, stangveiðimönnunum heldur en sjókvíeldinu. Það er ekki komin jafn mikil gróði þar í einhverju tilrauna eldi, ég vissi það ekki. Nei, þetta var allavega svona það sem ég fann, já. En maður hefur bara á peningum þá. Já, svona að maður bara spái bara einmitt, hvað er, en svo er náttúrulega eins og með Arnarlax og annað, ég minna þeir eru þeir skattaðali á Íslandi, veistu það? Þetta er náttúrulega í norskri meirihluta eigu og það á við flest öll ef ekki öll af þessum
fyrirtækjum. Það er náttúrulega málið. Þannig að gróðin fer úr landi að það verður náttúrulega eftir laun og tekjur skattur og svona af laununum. Og en byggðunum í rauninni haldið svolítið gíslingu, sko. Þeim haldið í gíslingu. Við erum á Íslandi alltaf svo föst í þessari einu stóru lausn. Það á allir eiga fótónutæki og það loðdýraræktinn og eldi hefur farið á hausinn umvörpum fyrir 40 árum eða svo og nú á laxeldi að bjarga öllum byggðum í staðin fyrir að reyna að byggja upp fjölbreytt atvinnulíf sem að byggja á sérstöðu svæðana sem að gera það náttúrulega erfitt að rífa atvinnugreinina upp með rótum og eitthvað sem að byggir til dæmis á því sem að fólk sem að býr á svæðinu og vill búa á svæðinu vill vinna við. Það væri miklu sjálfbærari lausn og meira langvarandi. Og svo er þetta líka, sko, fóðrið er allt innflutt, þannig að þetta er svolítið eins og áliðinarinn á vissu leyti. Allt hráefni er flutt hingað, við nýtum náttúruauðlindirnar, misþyrmum íslenskri náttúru og síðan eru afurðirnar fluttar á landi. Þannig að við erum bara svona stuttstopp í þessari framleiðslu. Og svo jafnvel mengun sem skilnir eftir við framleiðsluna líka. Já, algjörlega. Ég var að lesa það í dag að það var einhver frétt það í dag að það væri plastagnir í rörunum sem að dælinn fóðri sem að fara út í sjó. Þannig að já, og það er svona og bara margt, maður hefur heyrt þessi margt við þessa ræktun sem sé bara þessi skilin eftir úrgangur og mengun. Já, það er náttúrulega mjög margt sem er skilið eftir bara í sjónum. Það er örplasti sem er tiltölulega ný umræða og svona svolítið ef maður borðar lax úr sjókvíaldi þá ertu náttúrulega að borða plastið sem að kemur með fóðrinu í gegnum þessa leiðslur líka. En svo er náttúrulega lúsaeitrið sem að hefur slæm áhrif eins og á rækju og jafnvel marfló. Það er úrgangurinn sem að fellur bara beint niður til boss og þessi rannsóknar athugun sem að þú veist að vísa til sem er gerða Veigu Gretastóttur kajakræðara. Hún hefur líka tekið myndir af botninum undir sjókvíunum sem hann er bara dauður. Það er bara svona bakteríu skánu og nánu og tekur mjög langan tíma að jafna sig. Og þetta er náttúrulega greiðlega alvarlegt og sjávarútvegurinn sem að sko ætti í heild að vera helsti vörslumaður hafsins, vistkerfa hafsins. Hann ætti náttúrulega að sjá það hjá sér að reyna að venda hafsbotnin því að hann er það sem að gefur af sér allar þessar tekjur. En já, þeir verðast hafa meiri áhuga á því að standa með sjókvíaldinu. Já. Nú voru svona viðbrögð Svandísar að þetta er tekið, hún myndi hafa þetta til hliðsjónar við næsta áhættumat. Áttu vonaði að það verði svo eða? Já, hún tekur þetta örgulega til hliðsjónar en hvað þýðir það? Þetta er hérna með á borðinu, sko. Ég er eiginlega ennþá hissa af því að fylgjast með hvað þau ná að ganga langt og hvað þau ná stjórnsýslinu með sér. Nýtt dæmi er koparoxið sem er notað til þess að húða sjókvíaldispokana. Þannig að það sest ekki, það vex ekki á þeim lífverur sem að festast á netunum. Og þetta er baneitrað og það var bannað að nota þetta og það var fiskeldisfyrirtæki sem að byrjaði að nota þetta efni á sínar kvíar án þess að hafa til þess leyfi. Og þegar að það kom í ljós og Umhverfisstofnun komst að því, þá í staðin fyrir að sekta fyrirtækið eða reyna að banna því að brjóta gegn starfsleyfi sínu, þá var starfsleyfinu bara breytt. Þannig að þetta væri bara leyfilegt. Og það eru mörg svona dæmi þar sem að stjórnsýslan bregst okkur algjörlega. Og við þurfum náttúrulega ekki að treysta stjórnsýsluna. Stór fyrirtæki, svona alþjóðleg fyrirtæki eins og þessi eru, þau munu náttúrulega bara koma þar sem að þau eru boðin velkomin, þar sem þau fá að ganga sínu fram, en það er stjórnsýslan sem á að stoppa þetta og stjórnsýslan sem á að sjá til þess að það sé ekki verið að misnota hérna náttúruauðlindirnar okkar.
Já, þetta í boðið vinstri græna. Því miður. Sem kannski sorgleira. En hvernig, ég velti fyrir mér að því að nú þurfum við náttúrulega við þurfum náttúrulega kannski að rækta matvæli, við erum hvað 7 milljarðar eða eitthvað hérna á jörðinni. 8, við erum hvað orðin 8, já. Og við þurfum að rækta mat á einhvern hátt og þú talar með mitt nærumhverfið og allt þetta á kolefnissporið, þetta miðast allt við það að við séum ekki að flytja mat eitthvað lengst en við þurfum samt vantarlega á einhvern hátt að framleiða mat og kannski þá jáfnvel fisk í sjó eða fisk á landi eða hvað. Er hægt að gera þetta? Heldur að í rauninni sjókvíeldið sem slíkt sé bara golluð hönnun eða er þetta bara ekki hægt? Allt við, þú nú nefnir pókana, allt sem kemur inn í þetta einhvern veginn og rörin skilur eftir þessi plastagnir, er hægt að gera þetta allt einhvern veginn þannig að þetta væri á einhvern hátt náttúruvænt? Það er hægt að gera þetta á miklu betri hátt og þá verða náttúrulega lög og reglur að vera í lagi og við verðum að vera með hérna öflugra eftirlitsstofnanir sem að virkilega er að gæta að náttúrunni og okkar sameiginlegu hagsmunum. En hins vegar erum við sem mannkinn, við höfum gengið allt og langt í að nýta náttúruauðlindirnar á ósjálfbæran hátt. Það er svo kallar þolmarkadagur jarðar, hann er svona rétt eftir mitt ár og hann er það seint í árinu. Þolmarkadagur jarðar þýðir þá að við erum þá hægt að nota auðlindir sem að geta endurnýja sig og erum farin að ganga á höfustól náttúrunar. Og þessi dagur hann færist alltaf framar og framar í árið. Og hann er núna mánaðamótin júlí, ágúst og hann er þetta seint vegna þess að stór hluti mannkins, meirinn helmingur af mannkinni býr við mikla fátækt og mikla örbirð. En við hérna í ríku megin, hérna það sem er kallað Global North, þolmarkadagur til dæmis í Danmörku, hann er einhvern tímann í mars og sama álíklega við Ísland, það er bara ekki verið reiknað út fyrir Ísland. Mars á þessu ári? Já, hann hefur verið í mars. Ári, hann hefur verið í mars á hverju ári. Já. Þessi dagur, þar sem við erum farin að nota auðlindir umfram það sem náttúrun getur endurnýjað. Já, þá fyrir árið? Já, fyrir hvert ár? Fyrir hvert ár. Ok, skil. Já. Og ef við ætlum að búa hérna að lifa heilsusamlegu lífi, þá verðum við að draga gríðarlega úr dýraeldi og við verðum að draga úr neyslu á dýraafurðum. Líka eldisfiski og að mínum að þetta ættum við náttúrulega að hætta því bara alveg. Og þetta fer saman með lýðheilsumarkmiðum og þá komu hérna merkilega rannsóknir 2018 sem að skoðuðu hvaða fæða það er þar sem það fer saman lýðheilsumarkmið og umhverfi. Og út úr því kom að neysla á rauðu kjöti þarf að vera 100 grömm á viku á mann. Það er sem sagt svona 1 hamborgari á viku og hitt þarf þá að vera að miklu leyti grænmeti og baunir en líka einhver fiskur og þú veist, ég er ekki að segja að allir þurfa að hætta að borða kjöt, allir þurfa að hætta að borða dýraafurðir, en það þarf að draga svo gríðarlega mikið úr því. Og það sem er verið að gera í sjókvíaldinu er það að vera að taka mannamat, það var að taka sojabönir sem eru jafnvel ræktaðar, ég veit ekki alveg hvernig það er á Íslandi, en í Noregi er það mikið til ræktaðar í Suður-Ameríku. Það var að taka mannamat, breytunum í lúxusfæði og flytja það síðan til Bandaríkjanna eða Evrópu eða eitthvað. Þannig að þetta er rosalega ósjálfbær aðferð. Og einhverju leyti er nota fiskimjöl með en meiri hluti af fóðrunni er sem sagt sojabönir sem að maður veit síðan ekki hvaðan koma en koma mjög líklega frá Suður-Ameríku. Sem að þá hefur verið að gefa laxinum? Já. Sem að laxin étur. Já, einmitt. Og sko í Suður-Ameríku það kom ný rannsókn núna daginn og 98% dýrategunda í Suður-Ameríku eru í afturför
miða við fyrir 40 árum síðan þá er fækkun í 98% dýrategunda. Ástandi þar er gríðarlega alvarlegt og ástæðan fyrir þessu er skógarhögg og eyðing búsvæða til þess að framleiða fóður fyrir dýr og menn. Og til þess að í rauninni vera með akra, einhvers konar akra í staðin og beitiland. Beitiland, já. Þannig að þetta er alltaf þegar við byrjum að tala um eitthvað einangrað íslenskt mál, þá erum við alltaf komin hérna út í heim. Já, bara út í heim, sko. Einmitt. Og þetta er líka, ég meina, við erum þarna, þetta í rauninni mál kannski byrjar svona kennst í hámæli að því að það er Matvælastofnun lagði þessa 120 milljón króna stjórnvaldssekt á Arnarlax út af seiðunum sem sleppa. Já, þetta voru laxar, ekki seiði. Já, það er laxar, ok. Já. En hérna, já, og þú veist, við erum að tala um hérna í rauninni bæði kannski matvælaöryggi og hérna náttúruvernd, við erum að tala um og þetta er helst algjörlega náttúrulega kannski hendur, eins og segir. Algjörlega, en það er áhugavert og nefnir þetta dæmi og viltir laxastofnun á Íslandi er 50-60.000 fiskar. Já. Bara í þessari einu slysasleppingu þá sluppu 80.000 laxar út. Þannig að við erum hérna algjörlega að flæða, við erum bara að metta vestfiskar ár með eldislaxi. En svo eru sumir sem segja, skiptir það einhverju máli? Er það ekki bara allt í lagi? Það skiptir máli fyrir þá sem að veiða. Bæði er þetta annar stofn. Þetta er annar stofn heldur en íslenski laxinn. Þannig að þetta ógnar líffræðilegri fjölbreytni. Þessir eldislaxar geta rutt villta laxastofnunum í burtu en hafa síðan kannski verri möguleika á að lifa af. Já, í náttúrunni bara. Í náttúrunni, já. En tímabundið af því að þeir eru svo margir riðja þeim stofnunum í burtu sem eru þolnari gagnvart, til dæmis sveiflum í veðurfari og öllum aðstæðum hérna á Íslandi. Þannig að þetta er bæði ógn við líffræðilega fjölbreytni en líka ógn bara við afkomu laxastofnana en svo eru líka veiðimenn sem að láta það fæla sig frá ef að þeir vita að þeir eru ekki að veiða sem sagt vildan lax heldur norskan eldislax. Já. Og það er náttúrulega kannski svona bara einhver svona peningahagsmunir þar í þeirra pælingu í rauninni. Svo eru á sama tíma og þetta mál er í gangi þá eru sko sauðfjárbændur og formaður bændasamtakana gagnrýna mitt uppkaup auðmanna á jörðum sem eru innihalda sko einhver svona hlunindi eins og laxa eða silungaveiðiár og að það sé bara orðið erfitt fyrir ungt fólk að kaupa sér jarðir sem vill fara út í einhverja ræktun og nú er orðið líka einmitt, kannski það er eins að spyrja út í það líka því nú skils mér þessi líka orðið þannig að sagt, það eru líka farin að vera uppkaup á jörðum og viðskipti með trjárækt sem að maður svona bara okay. Þetta er orðið bara viðskiptavara núna út frá bara kolefnisjöfnun og einhver ætlar að gera eitthvað ég meina, er þetta gangu upp? Ég er svona veltið fyrir mér Nei, það er náttúrulega ekkert að ganga upp þegar það kemur að umhverfismálum og þetta er rosalega sorglegt Ég var að taka til á skrifstofu Landverndar fyrir 2 árum og fann 30 ára gömul skjöl og 40 ára gömul skjöl og fólk var að segja nákvæmlega sömu hlutina. Það var kannski, einhverja aðeins núansar. Og við erum að tala um sömu hlutina aftur og aftur og aftur. Við vitum hvað við eigum ekki að gera sem samfélag. Stjórnsýslan valdhafar, þeir hafa heyrt þetta allt 100.000 sinnum og mér finnst ég vera að fara að hljóma svo bílplata því ég er að tala við politíkus að ég er alltaf að segja sömu hlutina. Það gengur einhvern veginn, kemst einhvern veginn ekkert í gegn. Varðandi skógræktina þá er það bara nákvæmlega sama þar við verðum að hafa skýra og góða stjórnsýslu, við verðum að hafa faglega ákvarðanatöku og við verðum að skilja hvaða tegundir það eru til dæmis sem að við berum ábyrgð á mófuglarnir sem að við ég ætla bara að segja elskum svo mikið eins og lóan og spóin, þau treysta á þetta opna landslag
það þá mólendi sem heilbrigt, sem ekki afturför vegna ofbeitar. Þau forðast skóga og þau forðast skógarjaðra. Þannig að svona litlir skógrækta blettir taka burtu miklu meira svæði fyrir þessa fugla og af stofnunum eru 30, 40 og alltaf 50% sem að koma hingað til Íslands að verpa. Þetta stóra hlutfall af heimsstofnunum kemur hingað til okkar. Þannig að við þurfum líka að taka tillit til þeirra og sjá til þess að þau hafi sín búsvæði áfram. Og þarna verður bara að vera regluverk sem hægt að fylgja. Síðan þurfum við virkilega að taka á ágengum tegundum sem eru líka ógn við líffræðilega fjölbreytni. Og það eru þá erlendar tegundir sem að geta sá sér sjálfar. Þeim kannski plantað í lítinn sætan reit og svo færa þær að vaksa þar út frá. Og þegar þær eru komnar inn í vistkerfi, þá getur verið mjög erfitt og rosalega kostnaðarsamt að losna við þær. Það miklu ódýrara að reyna að hemja þær í byrjun. Og það þýðir ekki að við þurfum að banna allar þessar tegundir. Það þýðir bara að við þurfum að leggja skyldur og herða þeirra sem eru með kannski afmarkað reiti að þeir haldi jaðrinum, reynum frá þessum ágengu tegundum. Og að við skilgreinum svæði hvar ætlum við að hafa nytjaskógrækt, hvar ætlum við að hafa eindiskóga, hvar ætlum við að hafa skóga til kolefnisbindingar og hvar ætlum við að hafa íslenska birkiskóga sem að forfeður okkar eittu hérna á landinu. Já, hvað hérna ég svona fór allt í einu fór að hugsa bara þegar ég var að hlusta á að tala sko, því ég var að hugsa sko, nú erum við með þessa stjórnarskrá sem hangir alltaf einhvern veginn þannig í loftinu og hefur ekki verið samþykkt og á að taka á þessum auðlindamálum öllum. Særu fyrir þeir að væri hún nóg ef hún yrði samþykkt? Hún væri rosalega stórt skref í rétta átt og aðalfundur landverndar árið 2020 hann ályktaði það að hann styður tillögur stjórnlagaráðs og sérstaklega þær tillögur sem að varða náttúruvernd. Þar til dæmis réttindi almennings eða réttindi umhverfisverndarsamtaka sem fulltrúi almennings til þess að hafa áhrif á ákvarðanir og lagasetningu. Hann tryggður miklu betur heldur en í dag. Þar eru auðlindirnar í eigu þjóðurinnar og þar réttur náttúrunnar virtur og það svo skylda sett á stjórnvöld að hún eigi að vernda náttúruna, að þau eigi að vernda náttúruna og það myndi breyta mjög miklu. Ég veit ekki hvað við getum gert til að koma því máli áfram og að meðan sko vilji þjóðurinnar ekki virtur þá mjög erfitt. Við höfum í mörg ár verið að tala hvort að við ættum ekki að hafa svona þjóðfundum loftslagsmál til dæmis. Reyna að vera með svona brainstorm hjá almenningi hvaða aðgerð má að forgangsraða. En þegar stjórnvöld hunsa algjörlega niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu þá fallast manni svolítið hendur að reyna að setja nýtt svona projekt í gang sem að stjórnvöld ætla þá bara enn einu svona hunsa. Og það annað líka með stjórnarskrána vegna þess að þar myndi ráðherraræði minnka töluvert mikið. Almenningur hefði möguleika á að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu ef að hvað var 10% skrifandir að þau vilji fá þjóðaratkvæðagreiðslu og það væri mjög mikilvæg stór mál sem að væri hægt að taka úr gíslingu alþingis og ráðherra og hagsmunaaðilar ættu eitthvað sjans. Já, þessi sterku hagsmunaaðilar sem alltaf að þrýsta þeir ættu að hafa minni áhrif. Já, það að hafa minni áhrif. Það hugmyndin, já. Meðan ráðherrarnir hafa svona svakalega mikið vald þá þá geta þeir treyst í. Já, og það eins með, svo við komum nú aftur að fiskeldinu. Að svona alvarlegasta árásin á lýðræðið eftir svona tillögum stjórnlagaþings var ítt út á borðinu þrátt fyrir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þegar að lögum með fiskeldi var breytt 2018 og lögunum var breytt yfir nótt algjörlega á fölskum forsendum til þess að fella úr gildi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem að hefði stoppað stækkun tveggja fiskeldisfyrirtækja og
þetta brot á EES-reglum og íslensk stjórnvöld eru búin að draga lappirnar endalaust með að snúa þessu aftur við og þarna tókst þessum aðilum að meiri sé að fá alþingi sjálft til þess að kóa með þeim og vera í liði með þeim og þetta hefur enn ekki verið leiðrétt og svona þegar maður talar um stjórnsýslu og faglega ákvarðanatöku þá missir fólk fljótt áhugan en þetta er svo mikilvægt og þetta er svo mikil undirstað að við segjum ekki bara heyrðu ég ætla að leggjast undir feld og hugsa um þetta í smástund heldur fylgjum við einhverjum ferlum, einhverju sem við vitum að virkar til þess að taka góðar ákvarðanir og við höfum það til dæmis þegar kemur að mati á einhverjusársu sem eru Evrópureglur. En bara svona kannski að lokum, varandi, hafið þið fengið einhvern svona fund, eitthvað svona samtal með Svandísi? Við höfum fengið fundi með henni í vetur, allavega 2. Þannig að hún er mjög viðræðagóð og hefur verið tilbúin til að hitta okkur og maður finnur vel að hún hlustar. En við höfum ekki funda með henni fiskeldismál. Við sendum henni bréf núna bara daginn og Guðlaugi Þór þetta ástand ekki fengið svar við því bréfi en vonumst til þess að það verði hægt að taka upp þessar samræður. Já, þannig að samtali kannski skili sér einhvern veginn og sjónarmiðin skili sér og bara fræðslana því þetta er einhvern veginn þetta gengur allt held ég svolítið mikið út á bara að fræðast náttúruverndina, það ekki? Það er rosalega stór hluti en við höfum séð í loftslagsmálunum og meðan kerfin er að þrýsta öllum inn í eitthvað sem er ekki gott fyrir loftslagið þá er svo óbærslega erfitt þó að þú sem einstaklingur vitir þú veist, þetta er gott fyrir loftslagið og þetta er ekki gott fyrir loftslagið þá er kerfið að þrýsta þér í öfugátt og það er svo erfitt fyrir þið að þrýsta á móti þannig að fræðsla hvað allt er ómulegt eða hvað þú átt að gera innan kerfis sem að reynir að ýta þér í aðra átt það veldur bara tókstreitu og fólk verður bara myndast bara einhvert rof í hausnum á þeim þannig að þetta verður alltaf að koma að samfara það verður að vera fræðsla við verðum að taka skref til þess að kerfið umbunni þeim sem að taki rétt skref og þeir verði ekki eins og núna verði fyrir aðkasti bara hreinlega vegna þess að þau eru að reyna að gera sitt besta. Já, einmitt. Herru, ég ætla að halda áfram að fjalla þessi laxeldismál og verð með Þóról Mattíasson hér í viðtali hjá mér á morgun og heyrum aðeins, hann var að skrifa grein á samt 2 Norðmönnum og gagnrýna í rauninni aðra grein sem að birtist í Noregi. Þannig að við ætlum að fjalla áfram Arnarlax og þessi sjókvía laxeldis mál. Þannig að og við verðum með síðan annað viðtal einnig á 5. Þakka að kærlega fyrir komuna, Auður. Takk fyrir að taka á móti mér.